það er spurning hvað stjórnarandstaðan hefur heyrt og hvað hún veit. Hérna hjá mér Björn Valur Gíslason sem varaformaður VG. Björn, hvað hafið þið heyrt í dag? Hafa stjórnarflokkarnir verið í sambandi við ykkur? Nei, það hafa nú ekki verið. Ekki fyrir þá bara núna þegar formennirnir voru boðaðir á fund sem átti að vera til að kynna þeim þá niðurstöðu sem að hægri flokkarnir komust að, sem myndi nýra ríkisstjórnar. Það er einu samskipti sem að farið á milli okkar í dag. Fenguð eitthvað að vita áður að boða til fundar hvað efnið væri annað en kynning? Það til að mynda standa yfir einhverja viðræður mögulegar haustkosningar, hefur heyrt það? Nei, við höfum ekki fengið neina meldingar neitt slíkt og ég gerir ráð fyrir því að það sé verið að fara yfir einhver slík mál og kannski önnur, vonu það. Einmitt bara þessari mínútu á sameiginlegu fundi formanna allra flokka hér sem eiga þingflokka Alþingi. Maður svona gerir ráð fyrir því að ef það er þannig að ný stjórn eigi að starfa fram á haustmánuði að þá hljóti menn að reyna að ná einhvers konar samstöðum ákveðið mál sem eigi að leggja fram og ná samstöðum. Eitt af því sem að til og með hefur verið rætt það eru fjárlög sem eiga á að leggja fram næsta haust eða koma síðan kosningar í rauninni áður en búið að samþykkja þau. Sérðu fyrir þig hvernig þetta myndi fara fram? Já, þetta er mjög óheppilegu tími að draga kosningar fram á haust. Í fyrsta lagi ef að sitja þann tíma ríkisstjórn sem er svo lösku sem þessi mun verða. Hún er byggð á rústum tveggja gamalla spiltarflokka sem féllu vegna spillingar, ekki utan einu öðru. Það voru hraktið frá völdum, fólk í landinu hraktið frá völdum vegna spillingar og siðuróss. Og það er mjög erfitt að fela tveim slíkum flokkum til dæmis að undirbúa fjárlagagerð næsta árs og leggja þá væntanlega fram fjárlagafrumvarp upp á næsta þingsæðis í september ef á ekki kjósa fyrir í október eins og orðrómurinn segir nú að eiga að gera. Það er óásættanleg staða fyrir aðra stjórnmálaflokka Alþingi og fyrir okkur sem förum þá að undirbúa kosningar því að það kemur þá væntanlega allt annað hópur til þings í haust heldur en sá hópur sem að búa til fjárlög næsta ár sem verður þá tekið til umræðu. Nú hafið þið væntanlega í stjórnarandstöðuflokkunum rætt þetta mál mikið ykkur á milli síðustu dag og kannski bara síðustu klukkutíma þegar þetta hlutinni gerast rætt. Stendur til ef að þessi nýja ríkisstjórn ef hún kemur fram og fær umboð forseta til að mynda nýja stjórn munið leggja fram strax hugsanlega næstu daga nýja vantrauststillögu og tillögu þingflokk? Já, ég gerir ráð fyrir því að það verði þingflokkarnir munu væntanlega tala saman það. Ég sé enga ástæðu til að hætta við það því að við getum orðað þannig að nú sé fyrsta hreina vinstri stjórnin fallin og við takið þá fyrsta Falcon & Co stjórnin, ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, undir forystu einhvers annars framsóknarmanns vantarlega, byggð á þessum rústum sem við fórum yfir hér áðan og það er ástæðulaust að láta slíka ríkisstjórn sitja í friði. Þetta eru þungor sem falla hjá þér. Er mikil reiði í ykkar hópi? Ekki okkur, það er reiði í samfélaginu. Það eru 3 ráðherrar í þessari ríkisstjórn að minnstakosti sem við vitum sem eru viðriðnir eitt að stærstu spillingamáli sem verið að fjalla allan heim í dag. Það er einn farið að við höldum, allavega tímabundi. Það er engið þeirra gengist í því að hafa gert eitt rangt. Það finnst öllum að það að fjölmiðla hafi verið vondi, við séum almenningur miskilið. Við þurfum ekkert að mynda slíka ríkisstjórn aftur. Ríkisstjórn sem er þannig farin, hún á að fara frá. En hafið ekkert rætt í stjórnarandstöðinni þessi hugmyndu það að boða mögulega til kosninga í haust? Væri það eitthvað sem til að mynda bara út frá þín persónulega skoðun því? Kæmi þetta í greina því að það til að mynda að fara í kosninga með kannski 45 daga fyrirvara, það nú kannski fáir flokkar sem eru tilbúnir í það, bara einfaldlega út af skipulagsmálum? Ja, við stöndum það öllu jafna við hvað það var. Sá möguleiki var hins vegar fyrir hendi, ég er alveg sammálaður það. Að það hefði verið farsælt að geta komist að slíkri niðurstöðu. Sá möguleiki var fyrir hendi sundarskvöldið og svona fram á miðja mánudag ef að ríkisstjórnarflokkarnir hefðu nú borið gæfu til þess að ræða þá í aðra flokka á þingi einhverja slíka lausn að sæti þá hérna einhvers konar þjóðstjórn, sameiginleg stjórn fram að kosningum til að lægja öldurnar í samfélaginu, róa móralinn og reyna þá að ganga til kosninga svona í semestri sáttu samfélagi. Þeir mistu því tækifæri því miður, það er orðið að seint í dag. Ræddu þið þann möguleika, hafðu þið samband við stjórnarflokkana og ræddu þann möguleika að mynda einhvers konar þjóðstjórn? Nei, það er ekki mér vitanlega að það hefur verið rætt. Þetta er þeirra ríkisstjórn, þeir hafa drúga meirihluta á Alþingi, 38 þingmenn á móti 25 í minnihlutanum. Þannig að þetta er þeirra frumkvæði og þeir ráða ferð. Þeir höfðu þennan möguleika og samfélagið hafði þennan möguleika á þeim tíma. Það er ekki gott að ganga til kosninga í reiði og upplausn en úr því sem komið
og vegna þess að menn let þetta tækifæri sér og greipum ganga, þá verðum við að koma þessari ríkisstjórn frá því hún byggir á sömu grundvallaratriðum og svo fyrri, hún er spillt, þetta er sama fólkið og það verður engin viðurkennd mistök.